Já, sýningin Reflar sem opnaði á laugardaginn samanstendur af veggverki, hljóðverki og hreyfiverki. Og ég og Guðjón sem sýnum hérna saman ákveðum að fjalla vináttuna og samtal á milli vináttu og samtal á milli tveggja skapandi einstaklinga. Við teljum að sé mjög einstakt að hitta svona góðan vin á lífsleiðinni og ómeðilegt. Ég veit þetta hljóma mjög væmi en ég held að allir kannist við þetta. Og það sem við gerðum, við bjuggum til nýja leturgerð og svo fórum við í gegnum tölvupóstana og völdum setningar sem að okkur fannst skemmtilegar og sumt líka mjög persónulegt og breyttum við yfir í okkar leturgerð. Svo getur gestir þeir sem koma og fengi sýningarskrá, þar sem lykillinn og það fylgir blýantur og skissublað og gesturinn getur ráðið í hvar á bakvið dulmálin. Og já, svo þetta bara ótrúlega skemmtilegt að sjá viðbrögð fólks, því að það eins og þegar byrjar að rýna í einn texta þá getur það ekki hætt. Og ótrúlega gaman að koma einu kona senst sunnudag og var meira en klukkutíma og rýnaði allan textan. En ég vil ekkert segja mikið hvað stendur á baku, ég bara mæli með að fólk komi og skemmti sér við að rýna í þetta og jafnvel fari heim með sýningarskrána og noti þessa leturgerð fyrir sjálfan sig og vin sinn. Já, svo fylgir með sýningunni hjólabretti, þar sem að gestir geta hreyft sig aðeins og leikið sér hvort sem þau standa á því að sitja eða renna sér á rassinum. Og svo hljóðverk, þar sem takturinn búm 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 og við kviðumst á með búm 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 sem mjög persónulegur taktur sem búið að fylgja okkar vinskap sem við kynntumst. Þetta fyrst skiptið sem við sýnum saman, en auðvitað höfum við unnið saman að hugmyndum hvors annars með samskiptum, með samtali. Ég segi honum frá hugmyndunum mínum og hann kemur með feedback sem ég tek og nota og ég get alveg lofað því að hann á alveg hluta af mínum verkum og ég á örugglega eitthvað í hans verkum. Samtal ótrúlega mikilvægur hlutur að geta talað það sem hvernig mann líður og hvernig hugmyndina sínar og jafnvel bara að geta talað allt sem fyrir taugarnar á manni og aðeins að það sé ritskoða og geta bara svolítið fundið barnið í sér og sagt bara já, alls konar ömurlega hluti eða ljóta hluti eða ríða, prumpa, drulla, majónes og líka bara einhvern veginn finna húmorinn í því. En að vinna svona bara, það skiptir engu máli hvort sé að vinna með myndlistamanni eða hönnuð. Ég held að við erum með sama markmið einhvern veginn og við vinnum búin að þekkja svo lengi að við vinnum á sama hraða og við berum virðingu fyrir hvors annars og berum virðingu fyrir hugmyndu hvors annars sem skiptir ótrúlega miklu máli í samstarfi. Og til þess að gott samstarf virki, þá þarf þetta traust að vera til staðar. Gátt inn í samskipti sem þróast við gerð tungumáls, frásögn í takti og orðum sem slípast með hverju ári, loks ekkert eftir nema taktur milli tveggja vina.